náttúrulega Dilla sjálfur hefur bara haft ógeðslega mikil áhrif á bara allt mitt líf, sko. Þú veist, bara hvernig ég bæði nálgast hljóðfæraspil en líka bara hvað ég hlusta á, sko. Af einhverjum ástæðum eru hann og sko Madlib örugglega þeir tveir einu í heiminum þar sem sko ég set á plötu með nýja eða gamla eða eitthvað og ég fíla allt. Það er nú ekki alveg gefið, sko. Þannig að, já. Það sé ekki svona helstu áhrifavalda mínir í lífinu í dag. Ég var í alvörunni að hlusta á plötu með Katy Perry áðan. Afsakið mig. Geggjuð plata, sko. Bæði. Maður má nú hafa gaman stundum líka. Sko mig sjálfan bara sem oftast, sko. Eða eitthvað, ég veit ekki. Ég veit ekki, og feimnir eða eitthvað. Eða bara, þú veist, við náttúrulega erum kannski ekki sérstaklega mikið business-þengjandi menn eða þannig. Okkur finnst gaman að spila. Okkur finnst gaman að gefa út plötur og allt hitt hefur kannski setið aðeins á hakanum, sko. Það var nú reyndar í umræðin að gera eitthvað, sko. En hvað það verður veit ég ekki, sko. Donald Trump og Theresa May er ekkert sérstaklega velkomin eða eitthvað, ég veit ekki. Ætli ég verið skotið núna? Já, við erum allir mjög harðir. Þú veist, allir þessi jógatíma sem ég fer í og svona, þetta er náttúrulega mikil harka í gangi, sko. Þú veist, þú mátt hafa þessa kenningu, veit ekki hvort hún stenst, sko. Bara, þú veist, ég veit ekki. Útgáfa tónleika 22. september verða geggjaðir. Fullt af auka fólki og geðveikt stuð bara.